svona frelsið sem maður að sækjast í þegar maður fer að gera eitthvað sjálfur. Já, stjórna sínum eigin tíma. Já, já, Sama þó að það sé kannski í rauninni blekking. já, já, Þú ert í rekstri. já, Þú ert eiginlega bara alltaf að vinna. Já, Já. en á sama tíma þegar maður að gera eitthvað sjálfur að þá náttúrulega bara það gaman að, þú veist, það ekki Það er ekki eins og vinna. Nei. Elísabet Metta, velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir. Þú ert sem sagt stofnandi og eigandi Makai. Já. Hvernig var sú hugmynd til? Herðu, já, þetta sem sagt ég og maður minn, Áki, og þetta gerðist eiginlega bara þannig að ég árið 2016 þá fer ég til Bali í 6 vikur og kynnist svona acai skálum þar og og mér fannst það bara geggjað sko, það voru ótrúlega góðar þarna úti og svona aðeins öðruvísu svona, þetta var eitthvað aðeins komið á Íslandi áður en ég fer út og já, kem heim og kem svona með þessa hugmynd og þarna voru ég og Áki bara eiginlega svona nýbyrjuð saman sko og þannig að það varð ekkert úr því neitt strax og svo kannski svona árið seinna þá sjáum við að þetta farið að vera dálítið svona vinsælt acai bara í alls konar formi, hvort það í, þú veist, svona skálum, búst eða hvað og og okkur hefur alltaf langað til að gera eitthvað svona sjálf þannig að þá kom aftur upp svona þessi hugmynd að gera þetta og reyna að koma svona inn á markaðinn með alvöru acai, að reyna að finna eitthvað grunn eða eitthvað sem að við værum að vinna þá með acai berin sjálf, ekki bara Já. þetta duft eins og var oftast og eiginlega á öllum öðrum stöðum ennþá í dag sem að selja acai skálar fyrir utan okkur. Hvernig, þú veist, ef þú getur útskýrt bara hvað er þetta acai? Já, acai sem sagt ber sem að sem að eru bara til á einum stað í heiminum sem að í Brasilíu, í Amazon skóginum. Já. Og það sem sagt verið að rækta þetta þar og þetta bara, þú veist, þetta bara svona lítir fjólublá ber, þetta bara eiginlega lítur út alveg eins og bláber bragðast ekkert eitthvað rosalega vel ein og sér, við hefum alveg smakkað bara alveg svona pure acai og þetta eiginlega bara svona eins og mold, þetta ekkert eitthvað rosalega gott sko á bragðið. Já. Og en þetta alveg ofboðslega holl vara, þetta alveg stútfull af andóksunefnum, omega 3, 6, 9, bara ofboðslega hollt og gott og þegar að það búið að blanda þessu með smá svona, já, bara eins og grunninn okkar. Þetta þú veist, það þarf smá sætu á móti, hvort það sé banani eða bara eins og agave síróp, eitthvað svona holl sæta og svo náttúrulega inn í end verður þetta af svona skála því að við erum með náttúrulega granóla og hnetusmjör og fersk ber þannig að þegar þetta allt komið svona saman þá þetta alveg perfekt. Já, hvernig þessu bara blanda bara í hefðbundin blandara eða? Já, sko við við flytjum grunninn inn bara frá Brasilíu tilbúin þannig að þetta bara frystivara, kemur til okkar sem frystivara þannig að þau úti eru bara búin að búa grunninn til fyrir okkur. Já. Bara algjörlega pure acai sem að þau búa til og þetta bara svona smá eins og þú ert að búa til sorbet, þú veist, Já. í svoleiðis framleiðslu hjá þeim. Ok. Þannig að, já. Þú segir þú ferðan á hugmyndina þegar þú ferð út til Bali. Hvað líður langur tími þangað til að þú kemur heim aftur og Já. þangað til að þið opni fyrsta staðinn? Ég kem heim, ég fer út og kem heim 2016 og við opnum fyrsta staðinn okkar sko 2020. 2020? Já, en þar inn á milli að þá við byrjum þetta bara heima sko í eldhúsinu hjá okkur. Já. Og áður en að við finnum þessa byrgja sem að við erum að vinna með í dag að þá erum við svona að prófa okkur í blandara heima með alls konar fluttum inn eitthvað annað og voru líka að prófa duft og alls konar svona og svo finnum við þessa aðila og prófum bara árið
17 að þá prófum við bara að flytja heilt bretti inn sem að var alveg smá stór ákvörðun og Já, alveg peningur sko já, ég og trúi því. og náttúrulega ekki með neitt þú veist, neina geymslu fyrir þetta eða neitt svoleiðis sko og við ákveðum bara því að þú veist, við gátum ekkert eitthvað farið og fengi bara eitthvað eina fötu hjá þessu fyrirtæki þannig að það var bara annarkvort fáið þið bretti eða ekki, þetta er bara risa stór framleiðsla núti sko hjá Já, þeim og þannig að við tókum bara sénsinn og ákváðum að flytja þetta bretti inn og þá bara fundum við réttu vöruna, þetta var bara geggjað og líka bara sáum þarna að við þurftum ekki að gera neitt, þú veist, við þurftum basically bara að skúppa úr þessum fötum og í aðra skál já, og svo byrja bara öll þessi vinna, þú veist, bara búa til logo og finna vörumerki og allt þetta og áttu náttúrulega engan pening að fara eitthvað að opna eitthvað stað og eitthvað svoleiðis. nei, einmitt. Þannig að við vorum alveg, en okkur langaði samt svo mikið að gera þetta. Þannig að við vorum bara eitthvað svona, þú veist, á þessum tíma og eins og er kannski bara enn þann dag í dag þegar fólk er að byrja eitthvað. Þú veist, þú basically bara byrjar heima í stofu og stofnar Instagram síðu og eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að við gerðum það. Við byrjuðum basically bara opnuðum Instagram, byrjuðum að auglýsa þar Já, og byrjuðum bara með bara pantanir fyrir fyrirtæki. bara pantanir svona bara á netinu þá. Já, eða basically þurftur eiginlega að panta annarkvort í gegnum Instagram eða að senda okkur e-mail Já, og og já, þannig að þetta byrjaði bara þannig. Við fengum bara ljósmyndara heim að taka myndir af vörunni, þú veist, ótrúlega svona gúrmi myndir og já, og þannig byrjaði þetta og svo bara man ég ennþá eftir því þegar við fengum fyrstu pöntunum okkar og það var frá Nova og nei, fyrst var eitthvað annað fyrirtæki, ég man ekki alveg hvaða fyrirtæki það var en það voru 10 skálar já, og við vorum bara oh my god, bara hvernig ætlum við að gera þetta og þarna vorum við bara búin að gera eina skál sko já, og þetta var bara ótrúlega stórt fyrir okkur og já, og svo kom önnur pöntun og svo man ég eftir því þegar að við fengum svona okkar stæðstu pöntun sem var frá Nova. Það voru held ég minni með 50 eða 60 skálar og þá vorum við bara, nú þurfum við bara að skipuleggja okkur alveg svakalega og bara við vorum bara ekkert eðla stressu fyrir þessu sko og hóum út alveg bara frængum og frændum og keyptum frystikistu sem að við vorum með bara niður í geymslu til að bara eiga grunninn til þar og og ég man þetta var eitthvað svona morgunpöntun átti að vera komin klukkan 8 eða 9 til þeirra og við vorum bara vöknu klukkan 5 og vorum að gera þetta og fengum hjálp og það var alveg já, bara geggjað sko, ótrúlega gaman og svo einhvern veginn bara fór boltinn smá að rúlla og þetta hélt svona áfram og svo náttúrulega kom líka COVID og það var rosa mikið af einstaklingum líka bara að panta kannski bara 10-15 skálar og voru bara að geyma þetta heima hjá sér inn í frysti og eitthvað svoleiðis þannig að já, þetta byrjaði sérst bara heima og svo fórum við vorum náttúrulega alltaf með það á bakvið eyrað okkur langaði að opna stað sko, en það var rosa svona fjarlægur draumur af því að við bara, þú veist, það var ekkert til nógu mikill peningur og við vorum ekki að ná að safna upp það sko svoleiðis mikinn pening að það væri bara að fara hægt að opna stað svo og byrjuðum síðan að selja skálanar okkar á Mathöll Höfða þar sem að sætir snúðar voru ég veit ekki hvort þú munir hvað það var nei, en það var bara vinur okkar sem er bara ungur, eða jafngamall, ég segi alltaf ungur ég er orðin 30 þannig að ég get ekki sagt þetta beint lengur en já, félagi okkar var með þennan stað og basically var bara að selja snúða, ofboðslega góða snúða
og honum vantaði, hann var líka dálítið mikið svona að horfa á að honum langaði að fá eitthvað inn líka sem að væri bæði bara aðeins hollara og svona léttara og eitthvað þannig að hann búinn að pröfa við líka verið með brauð og eitthvað svoleiðis Já, og og hann einhvern veginn kom með þessa hugmynd bara af hverju pröfum við ekki bara að pröfum þið að selja skálanar ykkar þarna og á endanum að þá bara ákveðum við bara að pröfa að gera þetta og þarna voru við bæði náttúrulega ennþá bara í vinnum og við vorum komið barn og alls konar svona sem að spilaði inn í sko og en við vorum einhvern veginn búin að búa til Mækæ sem brand sem bara svona eins og við horfum alltaf smá á Mækæ bara sem svona healthy McDonald's eða skilurðu mig, þú veist já, þetta á að vera rosalega svona klift og skorið hvernig maður gerir þessa hluti og verkferðlanir okkar þetta á að vera rosalega svona idiot proof bara já, concept bara einfalt. já, einfalt En hvaðan fáið þið þá hugsun? uh, ég veit það eiginlega ekki þetta Nei. bara einhvern veginn svona bara einhvern veginn sem að kom frá okkur báðum bara að þú veist, við sáum bara þegar við vorum búin að finna þessa vöru bara ok, þú veist, við byrjuðum til dæmis þegar við vorum alltaf heima þá byrjuðum við bara þú veist, vöknuðum alltaf alveg sko, klukkutíma fyrr eða 2 klukkutíma fyrr því að það þurfti að taka fötuna úr fristi og við þurftum aðeins að bíða með hún myndi þiðna svo við getum unni með grunninn skilurðu og sett svo í skálina og samt þurftum við að passa að grunnur myndi ekki vera of linur þegar að viðskiptavinur myndi svo fara að borða vöruna. Þetta er smá svona spesvara þegar kemur að því. Þú veist, hún má ekki vera of frosin, hún má ekki vera of lin, bara eins og ís, skilurðu. Nei. Og svo þegar við vorum búin að vinna með þessa vöru í smá tíma þá sjáum við bara ok, við getum alveg bara daginn áður getum við bara tekið kannski út fötu og sett í skálar bara grunninn og sett svo bara þær skálar aftur í fristi og Já. þannig konseptið okkar í dag og verkfæðlanir okkar í dag að bara sko skálarnar eru bara tilbúnar í fristum bara grunnurinn í skálina og þess vegna erum við líka svona ofboðslega fljóta að afgreiða. Við erum svona 24-6 sekundur að gera eina skál og það bara út af því að þú basically bara opna fristi og tekur út skál og þar grunnurinn bara tilbúinn. Þetta ekki, þú veist, maður ekki að bíða eftir að einhver setur eitthvað í blandara og þá grunnurinn tilbúinn, svo þarf að setja granóla og allt sem fer ofan á skálina. Já, og þannig að við vorum búin að búa til rosalega svona þægilega vinnuferðla þannig að það var eiginlega ekkert mál að bæta þessu bara við á matseli hjá strákunum upp á Matullhöfða og þannig að basically bara fóru þeir og keyptu sér eitt svona lítinn fristi sem að eins og við erum bara í dag staðirnir okkar þannig að það bara afgreiðsluborð og undir afgreiðsluborðinu bara fristar, bara frist eftir frist eftir fristi og þarna bara mörg hundru skálar bara tilbúnar fyrir daginn, alltaf, skilurðu. Já, hvað má þetta geymast lengi í fristi? Bara eins lengi og já. Bara mjög lengi? Já, mjög lengi, sko. Þannig að þetta mjög góð vara líka þegar kemur að því, sko. Já, en auðvitað allt sem við setjum ofan á bara sem við setjum ofan á þegar eitthvað pantar skálana, þannig að það alltaf rosa fest ofan á, sko. Já, toppings. Já. Einmitt. En hvernig finnið þennan byrgja sem að þið ákveða að vinna svo með? Farið þið út og finnið hann? Nei, við einmitt höfum alltaf sagt að það væri rosa mikil draumur að bara fara ekkert til Brasilíu og í Amazonskógin og sjá þetta allt saman, sko, en þetta var bara Google, sko. Bara Google search, bara leit. Já, maður bara í góðan tíma að finna og eins og ég segi, við vorum búin að panta kannski hinn og þessi duft og eitthvað svona, sko, fyrst. Já. En já, við endum á að finna þetta, sko. Já. Sem var bara geggjað, sko. Strax frá byrjun í rauninni. Já, eiginlega. Já. En hvernig þetta að þú segir að þeir að taka á móti pöntunum og annað og bara í eldhúsinu heima að taka og gera eins og þú sagðir pöntu fyrir nóg eitthvað 50 skálar. En á hvaða tímapunkti ákveðið svo, ok, við ætlum að taka áhættuna og við viljum opna? Já, það var þarna þegar við vorum búin að vera í smá tíma upp á
Mathöll Höfða, Já, að þá var þetta bara orðið, þetta var alltaf bara að verða meira og meira og þetta var orðið bara mjög vinsælt hjá þeim og eins og ég segi, við bæði í bara okkar vinnum og Áki var byrjar að fara alltaf svona oftar og oftar úr vinnunni að því að basically þurfti hann alltaf að fara heim í frystinn niður í geymslu og ná í skálar til að fylla á sko hjá strákunum upp á já, Höfða og já, það var bara einn daginn að þá sáum við bara ok, við við erum komin með smá svona proof of concept, þetta er að virka já, og núna bara áður en einhver annar fyrir að opna svona stað, þá bara skulum við bara kýla á það. taka stökkið. Já, Já. þannig að við gerðum það, sko. En hvað voru þið bæði að vinna við á þessum tíma? Áki var að vinna í málingu og ég var að vinna hjá Tix með ég er ennþá að vinna þar. Það er Já. ennþá svona mín svona 50% vinna. Þannig að ég hef aldrei, ég hætti á tímabili, sko, Já. þegar við þurftum að, eða þegar við opnuðum Mækæ og en já, þannig að við vorum bara í svona hefðbundnum vinnum, sko, þá. Einmitt. Mhm. En frá þessu tímabilaðan að það sem að þú kemur sem sagt bara heim frá Bali og þið Já. byrjið eitthvað að Mhm. æfa ykkur og markasetja hann í eldhúsinu heima Já. og svo farið að selja þetta í mathöllinni Mhm. og opni staðinn. Já. Hvað tók eins og til dæmis langan tíma að gera staðinn tilbúin? Það tók ekki langan tíma. Þetta voru bara nokkrir mánuðir, sko. Við opnuðum fyrsta staðinn okkar á Hafnatorgi. Þannig að þetta var náttúrulega allt voða nýtt þarna á Hafnatorgi og fengum bara mjög gott rými fyrir okkur bara af því að við þurfum alls ekki stóra yfirbyggingu fyrir svona stað og það er líka eitt af því sem að er svona frábært við þetta konsept að það kostar ekki mikið að setja upp eitt stað. Við þurfum ekki að hafa, þú veist, eitthvað svaka svona ræstikerfi eða eitthvað skilur. Þetta er bara, þú veist, við þurfum bara vask og frysti og that's it, sko. Þú veist, það er ekkert annað sem við þurfum. Þannig að það er ekki mikill kostnaður sem að þarf að fara í til að setja upp stað. Þannig basically var þetta bara svona venjulegur tími miðað við þegar að bara, þú veist, maður er að operata og setja upp stað. Ég man ekki nákvæmlega hvenær við fengum afhent og hvenær við opnuðum, þetta voru örugglega svona 3-4 mánuðir allt í allt sem að fór í það að gera þetta allt saman. Já. Að setja upp staðinn og svo var þetta líka þarna, þú veist, það var náttúrulega bara fyrsti staðurinn okkar og þarna vorum við líka svona dálítið svona bæði bara ok, hvernig ætlum við að hafa þetta, þú veist, hvernig á staðurinn að líta út og við reyndum að pæla ótrúlega mikið í þessu svo að sko að það væri dálítið svona ímynd Mækæ og bara í dag ef að kannski sérstaklega einhverju sem að þekkja konseptið vel hugsa Mækæ að þá hugsaði kannski bara ok, þetta er, þú veist, bleikt og svona steypa til dæmis, þú veist, það er svona okkar svona identity, skilurðu. Já. Þannig að við svona, þú veist, já, eins og bara afgreiðsluborðið okkar er bara basically bara komu menn bara að steypa afgreiðsluborðið okkar bara á staðnum bara. Ég sá fyrir mig bara svona svona hestastígur svona, þú veist, ég vildi bara hafa þannig lúk, skilurðu og já, þannig að svona það kannski í dag gætu við bara, ef við myndum finna eitthvað rými þá gætu við örugglega verið svona mánuð minna að opna stað, af því við svona vitum bara nákvæmlega, þú veist, hvernig allt þarf að vera, hvernig stíl, alls konar svona, skilurðu. Búin að gera þetta áður. Já. En hvað koma þessar hugmyndir? Er þetta bara beint frá ykkur tveim? Hvernig staðan átt að líta út eða er einhver svona fyrirmynd úti sem er að horfa á? Nei, ekki með sko liti og bara konsepti sjálf, nei, alls ekki sko. Nei. Það bara einhvern veginn kom hjá okkur sko og bara líka dálítið fyndið að því að þú veist, þetta er náttúrulega Áki náttúrulega bara, þú veist, bara pjúra kallmaður og svo ég hef aldrei verið eitthvað mikið fyrir bleikan lit en samt einhvern veginn þú veist, erum við náttúrulega bara með brand sem er bara bleikt sko, en við einhvern veginn náðum að hugsa bara svona
út í það að þú veist, okkur langaði að vera með eitthvað svona sterkan lit og þú veist, okkur langaði alltaf til dæmis að við byrjum bara með svona glæra skálar af því að basically bara keyptum við skálar og settum limmið á þær en vorum svo alveg búin að hugsa út í það okkur langaði að reyna að vera aðeins öðruvísi heldur en aðri skálastaðir og vera þú veist með bæði bara pappa skálar og hafa þær bara alveg bleikar þannig að ef þú ert til dæmis bara í Smáralind eitthvað og getur þú séð bara lengst í burtu bara ok, þessi þarna er með Mækæskál þú veist, að þegar bara þú sérð bara skálina, skilurðu. Vera svolítið öðruvísi og standa út. Já, einmitt. þó að þú veist, það er alveg ótrúlega girnilegt að sjá svona glæra skál, þú veist, sjá grunninn og granóla og alls konar svona. Ég var alveg smá svona þegar að því Áki kom með þessu hugmynd að hafa pappaskálar. Þannig að þá er ég smá svona já, þetta er samt svo þú veist, girnilegt, þú veist, það er alltaf einhver ástæði fyrir því að bara staðir eru með, þú veist, þetta í gler eða æskilur, alls konar svona fattar mig á bakviða þannig að, já, þetta var já, ég veit ekki hvernig þetta kom allt, þetta bara einhvern veginn kom. Já, en hvað kemur nafnið Mækæ? Það kemur líka frá Google Translate en Mækæ þýðir sem sagt ljúffeint eða gómsætt á havæsku og þetta líka kemur frá Áka sko og þetta er líka bara Asai Mækæ, þetta er svona aðeins svona hljómar eða svona passar vel saman. Þetta er líka svolítið svona öðruvísi hliðin á allt annað sem er í gangi. Já, þannig að já, þetta er einhvern veginn bara kom til hans og já, við bara tók ekki langan tíma sko, við bara einhvern veginn hoppum á þetta og þetta hefur bara einhvern veginn já. Verið með ykkur síðan. Já. En hvernig er þetta, í dag eru þið með einn stað á Skólavörðustíg og annan í Smáralind. Já. Hvað voru þið fyrsti staður sem opnaði á Hafnartorgi, hvað voru þið lengi þar áður en þið byrjuðu að opna fleiri staði svo? Við opnuðum í júní 2020 á Hafnartorgi og við vorum svo búin að opna annan staðinn okkar þarna bara, við minnir að hafa verið 17. desember 2020. Þetta voru bara nokkrir mánuðir sko og og það var líka bara, við sáum að þetta var bara mjög vinsælt og við fengum bara tækifæri á að opna í Smáralind. Þetta er náttúrulega sömu aðilar sem eru með Smáralind og Hafnartorg og já, þannig við bara stukkum á það tækifæri. Þannig að, þú veist, ef að það hefði kannski ekki komið þá hefði við ekki, þú veist, farið sjálf bara eitthvað að leita okkur að eitthvað rými í Smáralind eða eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. En já, þannig það var alveg mjög stutt á milli en við sjáum alls ekki eftir því og Smáralind er náttúrulega bara okkar stærsti staður í dag þannig að, þú veist, já. Hver er mikið munur á staðnum hjá okkur sem er í Smáralind og sem er á Skólavörðustíg? Já, sko, það var náttúrulega alveg ástæða fyrir því að við færðum okkur af Hafnartorgi og upp á Skólavörðustíg. Það er náttúrulega bara, það er kannski ekki alveg nógu mikið af fólki á Hafnartorgi, sérstaklega ekki svona til að fara og fá sér Asai-skál, sérstaklega á Íslandi á þessum, þú veist, þegar það er svona rosalega kalt lengi hérna hjá okkur. Þannig að okkur langaði samt að vera ennþá niður í bæ og við bara höfum það mikla trú, þú veist, við náttúrulega bara vitum það sem Íslendingar að það skiptir engum máli hvernig veðrið er stundum, okkur langar samt bara í stundum og eitthvað þannig, sko. Þannig að en við sáum alveg verandi svona mikið niður í bæ að það er aðeins meira líf aðeins ofar, sérstaklega fyrir svona stað. Þannig að við fundum bara svona perfect location á Skólavörðustíg og hoppum á það og það er bara mjög fínt og við erum bara svona ennþá koma okkur inn þar svona, við opnum bara þar í sumar núna, verðum okkur yfir og maður finnur bara mun á því að sko það skiptir náttúrulega smá svona hvernig veðrið er þegar kemur að því að þú þarft að fara eitthvað út og úr bílnum og fara inn og eitthvað svona þessar hugsanir sem að koma upp í hausinn sko, heldur en að þú veist, ef þú ert bara
inni eitthvað staðar eins og í Smáralind skilurðu og svo Já, náttúrulega erum við bara með mjög tryggan hóp það náttúrulega norðurturnin í Smáralind og það bara rosalega mikið af vinnustöðum hana þannig að þú veist það alltaf fólk sem að koma niður í mat til okkar og já, þannig að við sjáum alveg að vera með svona stað inn í svona verslunarmiðstöð bara gengur bara já, mjög vel sko einmitt. þannig að Þá það fólk ekki að hoppa beint úr bílnum og beint inn. já, það svona finnur kannski ekki eins mikið fyrir kuldanum ef að maður Nei, bara eitthvað svona inni og Já, já, þannig að skiptir ekki eins miklu máli sko hvernig veðrið er úti en auðvitað erum við með þannig vöru að það er bara brjálæði að gera hjá okkur þegar það er gott veður það er bara þannig já, þegar er gott veður. já, Já, það er bara já, við vitum það bara þegar það, þú veist, og við erum alveg svona yfir þessa tíma sem að getur verið gott veður að þá þurfum við kannski auka staff eða við erum betur undirbúin fyrir næsta dag og alls konar svoleiðis já, sem að þarf að pæla í sko þegar það er, já, gott veður úti þá er alveg þá kemur fólki Þá til eykst okkar salan. sko, já, já. það er þannig. Eru þið með eitthvað sérstakt sölukerfi sem er að nota á stöðunum hjá ykkur? Já, við erum að nota Dynot Ég er að nota Dynot. já, Já, þá er þetta að panta líka á netinu. já, 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 einmitt. já, það er hægt að gera það Hvað eru þið með marga starfsmenn í dag? Við erum með 15 starfsmenn 15 starfsmenn. já, en þetta er náttúrulega bara eiginlega all hlutastarfsmenn við erum Já. með einn starfsmann í fullri vinnu hjá okkur sem er verslunarstjóri í Smáralind og svo er það náttúrulega bara Áki og ég og og við erum alveg með líka verslunarstjóra á Skólavörðustíg sko en hún er ekki alveg í fullu starfi Já. þannig að já, en annars er þetta bara skólakrakkar sem er að koma eftir skóla og já Já, einmitt. En hvernig er eins og hjá ykkur? Eru þið sjálf mikið í daglegum rekstri? Já, við höfum verið það alveg frá upphafi og svo voru náttúrulega bæði rosa mikið fyrst og svo förum við í það á tímabili að við opnum stað upp á Keflavíkurflugvelli og eftir það að þá svona það var dálítið svona mikið í einu þá þannig ég svona dró mig svona aðeins í hlé eftir það og fór þá aftur líka í gömlu vinnunum minni, ég þurfti bara smá svona break og smá bara tíma og þannig að síðan þá hefur Áki kannski stíð aðeins meira inn í og verið aðeins meira inn í svona daglegum rekstur og svona líka bara núna er ég í fæðingarorlofi og það er eitthvað að sjá heimili líka og þannig að mætti alveg segja að Áki væri meira svona inn í daglegum rekstri og ég sé bara, þú veist, ég sé staffið okkar og social media og allt það þannig að, já, en auðvitað er maður alltaf inn í öllu og þú veist, við förum oftast öll saman að, þú veist, þegar eru stóra pantanir og alls konar svona, sko, þetta er náttúrulega bara pjúra fjölskyldu fyrirtæki, þannig að þetta er bara, já. Já, og mikið að hafa góða verkaskiptingu þegar kemur að þessu. Já, okay. Það er mjög gott. En já. hvernig er þá, þú segir eins og þið eru bara, þú veist, hljómar svolítið bara eins og þið stökki í verkin ef að það þarf að gera eitthvað. Já. Þið eru með þessa 2 staði og svo eru líka með, er ekki líka einn sérlefi staður í Keflavík? Jú. Hvernig er eins og viðskiptamódelið bak við það? Er það svona franchise? Já. Við sem sagt þegar við vorum búin að vera opin í minni með 2 ár að þá förum við í það að búa til svona franchise módel af Maikai og þetta var alveg stórt verkefni sko og við höfum ekkert eitthvað mikið talað það er líka rosa fyndið að svona Íslendingar vita einhvern veginn ekkert rosalega mikið maður þarf einhvern veginn að útskýra stundu hvað franchise eða skilurðu, það módel en við sáum alltaf fyrir okkur að við myndum geta gert Maikai af franchise og það líka bara þú veist
einhver peningur fyrir kannski litla vinnu in the end skilurðu að því að þetta rosa mikið svona þetta rekstrar umhverfi og bara að vera með stað sem að eða bara fyrirtæki sem selur mat á Íslandi þetta bara vinna bara 24/7 þetta bara endalaus vinna sko þú veist við erum bara ennþá á gólfinu að skera niður banana sko þú veist þetta bara það stoppar aldrei sko og en við fórum sem sagt í þessa vinnu með dönsku fyrirtæki hann þetta alveg svona mjög stórt og flott verkefni þetta ekkert eitthvað sem að við bara gerðum bara eitthvað í vörð heima hjá okkur sko þannig að við erum alveg bara já með mjög flotta svona bara handbók Maikai bara ef þú myndir vilja opna Maikai stað þá bara gjör svo vel þá færðu bara hérna þessa handbók og þú bara sérð bara skref fyrir skref bara hvernig staðurinn á líti út, hvernig verkvellanir eru, bara allt þetta. Þannig að við það var alveg gaman þegar við gátum svona farið að gera þetta líka og já, í Keflavík eru bara 2 geggja duglegir ungir strákar sem að vildu fá Maikai í Keflavík sérstaklega eftir að við opnum upp á lokuðum upp á Keflavíkurflugvelli og já það bara gengur ótrúlega vel hjá þeim og bara geggja sko. Líka geggja að vita af konseptinu þínu í öruggum höndum sko að því að einhvern veginn, þú veist, fólk út á götu bara sér bara mig og Áka á baku þetta vörumerki, þú veist, hugsar ekkert lengra bara eitthvað, þú veist, að þetta náttúrulega ekki við sem erum að reka þennan stað í Keflavík, heldur það þeir sko. En bara mjög góð samvinna á milli okkar og bara gengur mjög vel sko. Já, eru þið með einhver áform að stækka að vera með fleiri svona sérleyfisstaði? Já, okkur langar það mjög mikið sko og það líka bara gerir okkur þá kleift að kannski að opna á fleiri stöðum einhver staðar svona lengra, þú veist, það mjög erfitt að opna einhver staðar sem að maður langt í burtu frá, þú veist, þá getur maður ekkert verið þar day to day og þú veist, maður rosa svona fjarlægur rekstrinum þegar maður getur ekki verið á staðnum sjálfum, sko. Þannig að það svona, þú veist, og þá líka bara ertu með, þú veist, aðra aðila í því sem að bara, þú veist, þó að þetta sé okkar konsept að þá þetta þeirra fyrirtæki og þá þau bara hugsa rosa vel það, þú veist, að þau væntanlega náttúrulega vilja bara að það gangi vel, sko. Þannig að það er aðeins öðruvísi heldur en að við myndum opna einhver stað og við myndum kannski ráðin manneski sem ætti að sjá staðinn en svo kannski gæti eitthvað komið upp á og þá erum við ekki til staðar og alls konar svoleiðis. Já, það allt öðruvísi hugsun. Já. En hvernig eins og með þetta sérleyfi, eru þið þá eitthvað þá draum að vera með stað fyrir utan landsteinana? Já. Það er náttúrulega bara svona stóri draumurinn, sko. Já. Og já, og þú veist, það var líka svona smá ástæðin fyrir því að við opnuðum á Keflavíkurflugvelli, sko, var, þú veist, við sem sagt hoppuðum á svona tækifæri þar sem að þegar þau voru að bjóða upp á svona pop-up samninga að því við erum alltaf ekki það stórt félag að við gætum farið í eitthvað útboð þegar kemur að Keflavíkurflugvelli og þessi pop-up samningar voru bara þannig að sagt, það var bara eitt ár per samning og við náðum að draga þetta upp í 2 ár en svo var bara alveg stopp þar þannig að þú veist okkur langaði alls ekki að loka upp á velli sko. Þetta var náttúrulega bara stærsti staðurinn okkar Þetta var stærsti staður? Já, og bara náttúrulega nóg að gera og fólk finnur það alveg og sér það að þetta alveg perfect módel fyrir flugvelli sko. Og fólk var að taka mjög vel í Maikai upp á velli bara sem náttúrulega sérstaklega fyrir morgunflug og náttúrulega mest að gera hjá okkur bara frá 6 til 8 fyrir morgunflugin sko. Og við sáum líka smá svona auglýsingatækifæri fyrir okkur að fara upp á völl bara út frá því að við værum búin að búa til svona franchise model sko og höfum alveg fengið einhverjar fyrirspurnir sko og en ekkert neitt til að tala ekkert komið sko en bara svona, þú veist, við sáum alveg fólk var bara fyrir utan landstinnana auðvitað að sjá okkur meira þarna heldur en í Smáralind eða á Hafnartorgi því þá vorum við á Hafnartorgi þannig að það svona
Já, góð leið til að kynna vörumerki. já, ég myndi segja það sko, Já, algjörlega. já, Bara, já, bara, þú veist, og vonandi einhvern tímann verður já. Mækæ eitthvað staðar. Það er alltaf nóg að tækifærum. Já, Það er alveg algjörlega, klárt. já. En hvernig var, þú veist, þegar þið ákveða að fara þarna 2 rekstur, var einhver svona í kringum ykkur sem þið þekktu búin að vera í eigin rekstri áður eða? Já, sko, faðir minn er í rekstri og Já, hefur verið bara alltaf, bara síðan ég fæddist og uh, foreldrar mínir eru reyndar ekki saman lengur í dag en þú veist þegar þau voru hjóna þá voru þau náttúrulega bara saman í rekstri með þetta fyrirtæki og pabbi minn er enn þann dag í dag með það og er já, bara búin að vera með það í mörg ár. Þannig ég er náttúrulega bara alin upp við það að vera með foreldra í rekstri og og svona, já, bara alin upp við að eins og við erum búin að ala strákin okkar upp sem er að verða 7 ára núna, hann er alltaf búin að vera í þessu með okkur bara síðan já, hann fæddist, sko. já, Og þannig að, já, það var alveg, þú veist, maður fann það alveg þegar maður var komin með bara, þú veist, kærasta mann og barn og íbúð að þá fann maður alveg bara svona, ég held að fólk finni það þá bara, þú veist, þá er maður komin í svona daglegt líf, skilur hvernig lífum manns verður og maður finnur það þá kannski svona hvort að maður vilji bara vera í þessi hefðbundum vinnu eða taka einhverja áhættu að fara út í sinni eigin rekstur eða eitthvað svoleiðis. já, Þannig að, já, ég en Áki hefur ekkert sko nema bara pappa minn sem að kemur með þetta inn fyrir hann sko, þannig að hann er alveg bara svona ótrúlega svona driven manneskja þegar kemur að þessu með að við hann hefur kannski ekkert eitthvað alist upp við það nei, eða þú veist, verið mikið í kringum einhvern í eigin rekstri þegar við vorum að opna þó að sé náttúrulega öðruvísi í dag, skilurðu já. en já, En þetta er þannig náttúrulega að foreldrar og horfum náttúrulega svolítið mikið upp til þeirra og já, vill kannski vera alveg eins. já og sko ég hef einhvern veginn bæði sko að því að svo er mamma bara í sinni vinnu og hún elskar það og hefur bara verið bara að vinna við það sem hún vinnur við bara í mörg ár og þú veist þannig ég hef einhvern veginn svona bæði skilurðu Já, en hallaðist aðeins meira af hinu þó mér finnist líka gaman að vera þú veist eins og ég er ennþá í þeirri vinnu sem ég var í þegar við stofnuðum Mækæ en þú veist það er náttúrulega bara svona smá svona sidegig og þú veist ræði tímanum mínum smá sjálf þannig þú veist ég til dæmis sé mig ekki fyrir mér í ykkur svona 8-4 vinnu skilurðu bara nei, sem ég það bara að klokka mig inn og út og fara í mat í hálftíma og þú veist já, ég held að sé svona smá svona frelsið sem maður er að sækjast í þegar maður fer að gera eitthvað sjálfur. já, stjórna sínum eigin tíma. Já, Sama þó að það sé kannski í rauninni blekking. já, Þú ert í rekstri. já, Þú ert eiginlega bara alltaf að vinna. Já, Já, en á sama tíma þegar maður er að gera eitthvað sjálfur að þá náttúrulega bara, þú veist, er það gaman að, þú veist, það er ekki, það er ekki eins og vinna. nei, Nei, þó að þetta var sko, sérstaklega þegar við vorum að byrja og þú veist, á tímabili var þetta rosa mikið svona Áki var all-in og svo er ég all-in og svo verðum við kannski í smá tíma bæði all-in og svo Áki aðeins tilbaka og ég meira, þú veist, þetta er búið að vera smá svona rússibanni þegar kemur að þessu, sko, já, en þú veist, á kvöldin þegar að við vorum sérstaklega þegar við vorum, þú veist, að selja skálanar upp á Matöll Höfða, vorum bara heima hjá okkur ennþá, að það var bara, þú veist, eftir kvöldmat þá voru bara öll kvöld bara í 1 ár, þá vorum við bara að gera skálar heima hjá okkur í eldhúsinu. já, Þú veist, við fórum ekki að sofa fyrir að við vorum búin að gera kannski 100-200 skálar fyrir daginn eftir, þú veist, og ég man þá bara að ég sat stundu bara í sófunum og horfði á Áka gera skálar í eldhúsinu. Ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Þetta er ekki fyrir mig, bara, nei, þú veist, að koma alveg smá svona tími, sko, já, og þá bara, þú veist, Áki hlustaði ekki á mig, hann bara hélt áfram, bara, þú veist, alveg ótrúlegt stundum að hugsa tilbaka, bara hvernig að hann hafi ekki bara sest niður í sófan líka og bara, ok, hættum þessu bara. já, Þú veist,
einmitt. þannig að þetta er alveg, Þetta er mjög áhugavert. já, þetta er vinna sko, þetta, Já, já. einmitt. En bara svona með það sem þú er búin að segja, þá heyrist mér á að það hefði þá í rauninni alltaf verið svona draumur hjá þér að eiga þetta eigið fyrirtæki að vera í rekstri. Já, algjörlega sko, en ég sá mig aldrei fyrir í þessum geira sko, þú veist, Nei, eitthvað sem tengist mat, en ég held að sé líka bara, þú veist, ég held að sé líka sko, þú veist, það er ekki alltaf bara, auðvitað erum við bara með vöru sem að virkar, en við erum líka bara svona smá, þú veist, þetta hefur bara heppnast vel hjá okkur, þetta konsept, skilur við, bara brandið og allt í kringum það og þú veist, það er alveg hægt að gera eitthvað meira með þessu og við erum alveg, sjáum alveg fyrir okkur að, þú veist, Mækai getur alveg verið kannski eitthvað aðeins meira núna heldur en bara acai skálar sko, já, en við erum búin að vera svona smá svona ekki að þora að fara út í eitthvað annað með brandi okkar út af því að þetta bara virkar svo vel og fólk er að koma aftur og aftur út af því að þau vita að þau eru alltaf að fá sömu vöru, þú veist, við erum fljóta að afgreiða, alls konar svona, þetta bara skiptir ógeðslega miklu máli þegar kemur að viðskiptavinum, þú veist, þú ferð á eitthvað stað og þú ert bara ógeðslega lengi að biðja eftir matnum með eitthvað og svo var það ekkert eitthvað það gott og þá ferð ekkert aftur á annan stað, nei, skilurðu. einmitt. Þannig að það er svona, já, við erum búin að vera dálítið svona hrædd að kannski að fara út í eitthvað annað þó að svona korið á Mæka verður náttúrulega alltaf þess að acai skálar sko, en þú veist, þetta er náttúrulega smá bara galið að á Íslandi að þá bara höfum við verið opið núna á næsta ári í 5 ár og við erum bara með eina vöru. Þetta er bara Já, ein vara. Við erum ekki með mismunandi grunn eða þú veist, þetta er bara einn grunnur, bara alltaf sami grunnur og svo erum við náttúrulega með mismunandi þar sem við setjum ofan á skálanar, sko. já. Þannig að þetta er, já, bara, Eru þið með eitthvað hugmyndi hvað var að það geti verið sem þið myndu vilja bæta við? já, við erum búin að vera núna í smá tíma að pröfa okkur áfram og búið að vera núna 2 í Smáralind svona miðnættróknun og eitthvað þannig sem að við erum búin að vera á ganginum frammi að kynna þessa vöru. Já, Þetta er sérst búst sem að sem að við ætlum að koma með núna á nýja ári ok. og erum alveg búin að vera í langan tíma og segja þetta í langan tíma að við ætlum að gera eitthvað meira sko, en við erum búin að finna svona og líka það bara að við viljum ekki bara koma með einhverju vöru sem að tekur ótrúlega lang tíma að gera okkur, við erum búin að reyna að finna perfekt vöru sem að svona fittar inn í mótil okkar, þú veist, Já, bara að við getum líka boðið upp á ágætlega hraða þjónustu þegar kemur að þessu bústi til dæmis, skilurðu. einmitt. Þannig að við erum svona búin að vera að pæla rosa mikið í verkferlunum, þú veist, ok, hvernig ætlum ef við ætlum að setja þetta á matseðilinn, þú veist, hvernig ætlum við að gera þetta og alls konar svona sem að svona vinna sem maður þarf að fara í þegar maður kemur með eitthvað svona nýtt. Þannig að við erum held ég loksins að búin að finna út úr þessu öll saman Já, og ætlum að byrja nýtt ár bara með þessa vöru og svo erum við með alveg meira í meira á hausnum teikniborðinu. sko, já, Já, það er sem alltaf að nógu hugmynd. já, algjörlega. Þannig Það að við vantar svona okkur langar alveg einmitt að bjóða upp á okkur meira hjá okkur. Já, hvernig búst er þetta sem þið eru ætlaði að byrja með á næsta ári? Þetta er sem sagt búst sem að mun innihalda acai líka og við ætlum að þú veist, höldum áfram að vinna með bara svona pure acai. Þannig að ég ætla ekki alveg að segja kannski nákvæmlega hvernig hann verður en það, við ætlum að halda hann einmitt í vörun okkar, bara acai, en í búst formi og við höfum náttúrulega bara fengið þessa spurningu mjög oft og sérstaklega ef einhver nýr kemur inn til okkar og er svona að spyrja hvað er þetta búst, eitthvað, þú veist. Þannig við erum alltaf svona, nei, þetta eru svona búst skálar, reyna að útskýra fyrir fólki sko, sem að kannski þekkir ekki vörun okkar nógu vel sko. Þannig að við hefum alveg fengið þetta að já, fólk vill líka hafa búst sko og það er líka bara næs að geta, þú veist,
Fengið stokki valmöguleikann á því. Já, einmitt. og svo langar okkur líka að vera með fleiri stærðir af skálum, bæði minni og eina stærð fyrir ofan, þó að þetta er alveg svona máltíð sko, og það er líka mjög fyndið að segja frá því að sérstaklega svona miðaldra kallmenn, og pabbi minn var alveg einn af þeim sko, sem var bara hvað, þetta er engin matur og hvað, þú veist, og svo núna eru bara mjög margir fastagestir hjá okkur, bara einhverjir vinnumenn sko, sem að bara elska þetta, og að þetta er alveg saðsamt sko, þú veist, þó þetta sé þetta er hellingsmatur. Já, þú veist, við erum með gríska jógúrt og við erum með hnetusmjör, og þetta er máltíð sko. En það eru einhverjar núti sem að gætu borðað aðeins meira, þannig að okkur langar að vera með eina stærð fyrir ofan skálina sem við erum með núna. Einmitt. Ertu með tölu á því hvað þið að selja margar skálar á þessum 2 stöðum hjá okkur á dag? Sko, það er mjög mismunandi auðvitað eftir dögum, en við erum að selja svona ég myndi segja 200-300 skálar á dag. Já, eitthvað þannig. Út sko hjá okkur, og svo erum við náttúrulega bara með rosa mikið af pöntunum, fyrirtækjapöntunum, og erum að vinna með maul líka, hægt að panta mat frá okkur inn á maul, sem er rosa sniðugt konsept, og það er alveg bara, þú veist, fara 100 skálar á dag út frá okkur með þeim sko, sem að er bara geggjað. Þannig að það er alltaf nóg að gera þegar kemur að því sko. Já, verður kannski fróðlegt líka hjá okkur að sjá í að næsta árið það er búin að vera í 1 ár á skólaverðstíg að sjá svona hversu mikil áhrif veðrið hefur, eins og talaður á. Já, þú veist, það hefur áhrif sko. En líka bara við opnum dálítið seint í sumar upp á skóla, þannig að það, þú veist, verður gaman að bara vera þar bara alveg þangað til að sko, þú veist, einmitt fróðlegt að sjá bara hvernig bara mars, apríl, maí verður þar sko. Þannig að en við sjáum það alveg, náttúrulega bara skólaverðstígur er náttúrulega bara vinsælda gata bara bæjarins sko. Þetta er bara, það er alltaf nóg af fólki þarna sko. Þannig að við erum að fá alveg rosa mikið svona walk-in customers þar, sem að við erum kannski ekki að fá í Smáralind. Það er ekkert mikið af ferðamönnum í Smáralind. Nei, það er ferðamenn sem eru að koma til ykkar. Já, rosa mikið, og það var kannski eitthvað sem að sko, ef þú ert með stað niðri bæ, ef þú ert með eitthvað niðri bæ, þá þarf þetta að stóla á ferðamenn sko. Það er ekki mikið af Íslendingum alltaf bara eitthvað að dúlla sér niðri bæ sko. Það er alls ekki þannig, og þannig að það var kannski líka svona stóra ástæða fyrir því að við ferðum okkur frá Hafnartorgi upp á Skólavörðustíg, því að það bara einhvern veginn eru þeir ekki alveg að koma sér þangað niðrettir á Hafnartorgið. Vilja vera úti og... Já, sko þeir eru bara einhvern veginn rosa mikið, þú veist, það er náttúrulega bara allir þessi helstu staðir bara Hallgrímskirkja, allt þetta sem þú ert að skoða, og svo er náttúrulega bara bæjarins bestu, og svo er það eins og þeir fari bara ekkert lengra, þannig að við vorum ekkert að fá mikið af sko ferðamönnum til okkar á Hafnartorgið. Nei, þannig að þú veist, þetta var rosa mikið bara svona fólk sem að vissi að við værum þarna. Þannig að það var, en fyrsta árið okkar á Hafnartorgi, við náttúrulega opnum 2020 bara í COVID sko, og það var eiginlega alveg ótrúlegt hvað, það var enda mjög fínt sumar, en það var bara röð út, bara dag eftir dag. Já, okay. Þetta var alveg ótrúlegt sko. Voru það engar takmarkanir þá eða hvernig? Jú, það var alveg eitthvað sko. Já. Man ekki, en ég held með minni samt að kannski var ekki alveg eitthvað komið, þetta var bara þegar COVID var að byrja sko. Já. En jú, það var eitthvað. Þetta er náttúrulega líka verið kannski svolítið gott að þetta er svona meira take-away. Jú, já, þú getur ekkert setið þarna inni sko. Nei, það var ekkert þannig. Og einmitt, jú, með minnir að á tímabilið og settum við einhverju svona limmiða á gólfið, eitthvað svona 2 metrar, eitthvað svona, þú veist. Þannig að, jú, það var eitthvað aðeins byrjað, og ég, þarna var, höfuðstöðvar Tix, þar sem ég er að vinna hjá og var að vinna þarna, var bara hana rétt hjá
Þannig að alltaf í hádegishlíðinu mínu að þá bara hljóp ég yfir á Hafnartorg til að hjálpa Áka í hádeginu, þú veist, af því að það var bara svo rosalega mikið að gera að það þurfti bara hjálp og við náttúrulega áttum engan pening að vera með fólk í vinnu þarna. Nei, Þannig að við vorum bara ein að sjá þetta, sko. Þannig að þetta var smá svona, mikið vinna. já, Já. en bara, þetta var alveg gaman, sko. Já, einmitt. En hvað hefur verið svona í rekstunni hjá okkur svona mesta áskorun sem að þið hefur lent í? Mesta áskorunin, það bara, myndi ég segja bara að halda þessu öllu gangandi, sko. Þetta Já. bara, þetta svona, já, maður einhvern veginn átti sig alltaf meira og meira á því að, sko, þú veist, þetta náttúrulega bara, þetta alveg eins og að eignast barn, þú veist, maður bara að preppa eitthvað og, þú veist, gera eitthvað í x marga mánuði eða vikur eða eitthvað og svo opnar maður staðinn og þá fær maður svona, tilfinningu bara, þetta bara, ok, þetta flott, þetta búið og eitthvað, en þá þetta bara rétt að byrja, sko. Þá byrjar alvöru vinnan. Já, Já. og þetta bara, ég fann þetta einmitt svo ótrúlega mikið þegar við opnuðum og þá vorum við búin að opna 2 staðin, þegar við opnuðum upp á Keflavíkurflugvelli, þú veist, og náttúrulega opnar alltaf klukkan 4 þar, sko, og þetta var eye-opening, þetta var bara, þarna var maður bara, ok, þetta vinna, sko, þetta var bara svefnlausar nætur og svo einmitt fekk maður þessi tilfinningu þegar við vorum búin öllu og maður bara eftir þegar við vorum loksins bara búin að preppa allt og gera allt og klukkan var bara, ég man ekki, klukkan var miðnætti 12 eða 1 eða eitthvað og ég bara fekk svona tilfinningu bara, þetta búið, ég get farið heim og sofa og svo bara, herðu, við möttum að, þú veist, koma okkur inn og út, fara í bílinn, keyra heim, við erum komið klukkan 2 og við erum fór að opna klukkan 4 nótt, bara þurfum ekki að vera heim, sko, við getum bara verið þarna. Við getum bara gist þarna. Já, þú veist, þannig að það held ég mesta áskorunin bara hjá okkur og bara yfir höfuð í rekstri bara að halda öllu gangandi, þú veist, nú erum við komin bara með bara eitthvað konsept þar sem að, þú veist, það bara opna hurðina á hverjum einsta degi og, þú veist, bjóða góðan daginn og bara allt sér til og, þú veist, þetta heljar en að vinna, sko, að, já. Bara halda þessu öllu í lagi, einhvern veginn. Hvernig hefur gengið eins og það ráðin starfsmenn í þessu vinnu? Það hefur gengið bara svona upp og niður, sko, en eins og ég segi, þetta mest allt bara skólafólk og við hefum alveg bara verið mjög heppin með staff, sko, og já, það hefur bara gengið mjög vel, þú veist, eina sem að svona erfiðasta sem að við hefum kannski farið í gegnum þegar kemur starfsfólki bara þegar við opnum upp á Keflavíkurflugvelli, það náttúrulega bara, við erum ekki frá Keflavík, við erum dálítið ný í þessu umhverfi þarna og það var dálítið svona erfitt að finna rétt fólk í það, líka bara fólk sem að myndi nenni að vakna miðjanótt til að fara í vinnuna. Það var smá svona challenge, sko. Krefandi tímar að vera að vinna. Já, þó að maður sá það samt alveg svo að fólk sem að á heima í Keflavík greinilega vandi að vinna upp á velli, sko, þannig að það fílar þetta, sko, og þannig að við þurftum einhvern veginn bara svona átt okkur á því að leita meira þar, við vorum bara fyrst einhvern veginn rosa mikið að leita fólki í bænum til að vinna upp á velli, bara því að við vissum ekki betur, sko, og já, og líka bara að geta stólað á fólk og krakka að vakna miðjanótt og fara í vinnuna og þú veist, þannig að þetta var alveg þessi 2 ár sem að við vorum opin að þá náttúrulega var maður einhvern veginn alltaf svona með það bak við eyrað bara á nætuna klukkan 4 bara, ok, nú vorum við opin, þú veist. Einhver sem vaknaði. Já, þannig að þú veist, það var einhvern veginn, já, maður einhvern veginn svaf alveg eins og steinn til 4 og svo einhvern veginn var maður svona, þú veist, kannski var einhver að senda eitthvað á mann eða maður var bara að passa að eitthvað væri búin að opna og að við vorum alltaf bara, maður myndi bara missa heila sölu yfir daginn ef að eitthvað sefur yfir sig, sko, því að það er alltaf bara langmest að gera hjá okkur morgunin, sko. Og svo líka var þetta smá bara svona staðurinn hans Áka, hann elskaði að vera þarna og hann sá alveg rosa mikið staðinn, þannig að hann fór svona 2-3 viku og þá opnaði hann upp á velli
þannig að hann var alveg í 2 ár og þá vaknaði hann klukkan 2:30 á næturnar og fór í vinnuna. Það er svolítið snemma. Já, Það er mjög. mjög snemma. Já. En hvernig svona í dag eins og þegar að ráða starfsfólk? Hvað er það svona sem maður að horfa helst til? Það er sko, ég myndi segja að það væri bara hress og jákvætt fólk. Já. Sko, við viljum bara, við viljum náttúrulega bara alltaf að viðskiptavinnin okkar sé bara að það sé vel tekið á móti þeim og já, að viðskiptavinnin sé ánægður með það sem það fær hjá okkur, sko. Já. Og þannig að það er bara númer 1, 2 og 3 er bara að að það sé bara, já, maður sé bara hress og þjónustulund og bara allt þetta, sko. Þannig að maður finnur það alveg þegar maður er að hitta liðið og spjalla við þau og maður fær það svo á prufuvakt og þá sér maður bara svona hvernig er. Já, líka bara að fólk sé, sko, við erum náttúrulega, þetta er mest allt stelpur sem er hjá okkur, sko. Já. Og fyrir utan 2 stráka sem að eru búin að vera með okkur mjög lengi og það er náttúrulega bara spila smá inn í að á svona stöðum þá þarftu að hafa bara mjög hreint og halda því öllu mjög svona, já, bara maður vill ekki, já, það er náttúrulega bara númer 1 og 3, sko. Og það er svona eitthvað sem ég hef alltaf passað alveg ofboðslega mikið að því að ég sjálf, ég hugsa þetta alltaf líka bara út frá mér sem viðskiptavinni, skilurðu, ef ég fer inn á eitthvað stað og það er bara ógeðslega subbulegt eða subbulegt á afgreiðsluborðinu okkar, þá er ég ekkert eitthvað rosalega mikið til í að fá mér að borða þar, sko. Þannig að mér finnst það bara, hreinlæti, hvort sem það er bara hjá okkur sjálfum og á staðinum og já, að bara svona smá svona driven karakter, bara að, já, að maður þurfi ekki alltaf að, að fólk átti sig bara á því að, ok, núna er ég búin að vera að afgreiða fullt og það er smá, það er enginn inni til að afgreiða, ekkert þannig að gera, en að, staffi okkar þá bara finnur sér eitthvað annað að gera, skilur, þetta er ekki tími til að fara bara eitthvað að chilla. Já, þá er einmitt tími til að fara að þrífa og sérstaklega eftir hádegisröss og eitthvað þannig. Já. Þannig að ég held að ég hafi alveg alið það vel upp í staffinu okkar allan enn sem komið er bara að, já, ég er líka bara alltaf þannig, ég vil hafa mjög hreint í kringum mig og líka bara, fyrir aftan, þar sem að fólk er að vinna með vörun okkar fyrir aftan, að því að við erum, þetta er svona smá skipti í tvennt, frammi náttúrulega bara afgreiðslan og að gera, setja toppings og skálarnar og svo bakvið að þá erum við að búa, setja grunninn í skálarnar á bakvið. Þannig að það er líka bara mjög mikilvægt að það sé allt hreint á bakvið og að staffinu líði vel hjá okkur á bakvið. Það sem að þau eru líka að borða sinn hádegismat og svona. Já, en hvernig eru þið með eins og þjálfun á starfsfólkinu? Er það þú sem að sérðu það? Sko, í byrjun var það alltaf ég og bara, já, mjög mikið ég og núna er þetta orðið bara þannig að það er eiginlega bara verslunarstjórnir á hverjum stað sem að sjá það og svo er þetta náttúrulega svo ofboðslega auðveldir vinnuferðlar að þetta er bara, þú þarf bara nokkur skipti þá áttu að vera komin með þetta, sko. Já. Þannig að þetta er svona, og einmitt, maður sér það bara mjög fljótt að hvort að þetta sé rétt að fittið eða ekki varðandi starfsmann, sko. Ef að ef þetta er ekki að koma eftir nokkur skipti að þá gengur þetta ekki upp hjá okkur, skilurðu. Þannig að það er já, þetta er bara verslunarstjórnir og kannski líka starfsfólk sem er búið að vera lengi hjá okkur. Við erum alltaf með þetta þannig að þú kemur á prufuvakt og svo fer verslunarstjórinn yfir með eitthvað og ég er einnig líka alltaf að koma og hitta krakkana og svo,
ef þú ert nýr þá ertu í nokkrar vaktir með öðrum sem er búin að vera lengi, skilurðu, þannig að þú ert svona ferð alveg tíma auðvitað að læra inn á allt, sko. Einmitt. En en eftir nokkra vaktir þá átt þú alveg að geta staðið ein vaktina, sko. Það kannski aðeins öðruvísi þegar kemur að kaffinu og því við líka við bjóðum upp á bara alveg mjög gott kaffi og það er líka kannski eitthvað sem að við okkur langar fara aðeins meira út í. Áki er rosa mikil kaffi perri ef ég má segja, hann bara, rosalega mikil áhugamaður kaffi, sko, og það er alveg bara, heima hjá okkur er alveg bara svona svakalega, ég kannski ekki eins mikið, ég bara ekki eins mikið, ég drekka eiginlega ekki kaffi, sko, og þannig að hann leggur mjög mikið upp úr því að við séum að bjóða upp á gott kaffi líka og og þannig að hann er svona sá sem að passar upp á að það sé í lagi, sko, þannig að það tekur kannski aðeins lengur tíma að læra að gera gott kaffi og mjólkin sé flóið rétt og allt þetta, sko. Já, þannig að það er náttúrulega mjög mikið að vera með gott kaffi, sko. Já, það er það. Það er bara, þú veist, fólk sem að fílar kaffi, þú veist, bara vill fá mjög gott kaffi með skálinu, sko. Það er, það skiptir mjög miklu máli og það er líka bara geggja að geta verið með gott kaffi að geta boðið upp og það líka, sko. Það er alveg, þannig að þú veist, það er svona, já, við gætum alveg auglýst okkur meira, við séum líka með gæða kaffi, þú veist, þetta er ekkert eitthvað, bara eitthvað svona ítir á okk, skilurðu, og þú getur fengið bara eitthvað svart kaffi með skálinni, þú veist, þetta er alveg bara, já, bara eins og að fara kaffihús, sko. Já, ég held ég að við mitt fengið með kaffi og eitthvað upp á flugvelli einhvern tímann. Já, það hlýtur að hafa verið gott. Það var gott, en minni það. Já, það var nefnilega sagt við okkur að við á tímabili þá vorum við með besta kaffið, sko, upp á velli, þannig að og þar náttúrulega bara var kaffisala náttúrulega bara eitthvað annað, sko, þannig að staffið sem var þar var alveg með það á lás, sko, þú veist, það náttúrulega bara, já, voru náttúrulega bara sjúklega mikið að gera kaffi, þannig að þú veist, það er kannski ekki alveg eins mikið hjá okkur í bænum að fólk sé að fá sér kaffi, að líka held ég rosa mikið bara stimplað inn í fólk að, þú veist, þú ferð ekki gott kaffi nema á te og kaffi eða skilurðu. Eitthvað sérstöku kaffi. Já, þannig að það er svona eitthvað sem að miklu öðruvísi náttúrulega bara í erlendis, þú veist, þar ertu alveg vanur því að fara á alls konar staði og það er gott kaffi á fullta stöðum, sko. Já. Þannig að við svona, já, værum alveg til í að það væri svona meira, að fólk myndi vita meira af því að við erum að bjóða upp á mjög gott kaffi líka, sko. Já, einmitt. En hvernig þar sem að þið eru svona bæði saman í rekstunum og eru núna, segir komið 2 börn. Hvernig er svona gengið að tvinna fjölskyldulífið sama við þetta? Já, það er, við fáum mjög miklar spurningar út í þetta, sko, og ég held að við, ég held að við værum bara skilin í dag ef að þetta myndi ekki ganga upp, sko. Já. Og ég held að sé líka bara ótrúlega mikill svona skilningur á milli mín og Áka þegar það kemur bara sérstaklega rekstrinum og og bara lífin okkar yfir höfuð, sko, og þú veist, eins og með Mækæja þá einhvern veginn svona fóru við bara í okkar stöður í fyrirtækinu bara svona ósjálfrátt, eða skilurðu mig, þetta er bara svona bara gerðist. Já, einhvern veginn gerðist þetta bara og hann sér bara sitt og ég sé mitt og við erum svona ekkert eitthvað mikið að stíga á tærnar á hvort öðru þegar kemur að skilurðu, við leyfum okkur bara svona að gera okkar í fyrirtækinu og ég held að sé líka bara, þú veist, hann er að gera það sem hann er góður í og ég er að gera það sem mér finnst skemmtilegt og ég er góð í, þannig að já, þú veist, það hefur bara gengið mjög vel þó þetta sé náttúrulega ofboðslega erfitt á tímabilum, sko, en einhvern veginn svona náum við bara að jökla þessu saman og til dæmis bara núna, þú veist, verandi komin með 2 börn þá þú veist, sáum við það alveg og við erum líka bara góð að bara setjast niður og tala saman þetta að bara, þú veist,
núna ég bara, þú veist, heima með dóttur okkar og ég bara í fæðingarorlofi og það bara smá svona mitt núna, þú veist. Og við eignuðumst líka strákinn okkar mjög ung og áttum ennþá heimi á mömmu minni þá og kannski svona aðeins öðruvísi aðstæður, þannig ég bara svona, mér langaði bara mjög mikið bara að upplifa það að vera í fæðingarorlofi, bara skilurðu heima hjá mér, bara svona, já, og við erum líka bara búin að ákveða það að við ætlum bara að eignast 2 börn, þannig að þetta er bara svona komið gott í billi. Þetta er komið hjá okkur og já, þannig að þú veist, núna auðvitað koma dagar sem eru erfiðir og ég er kannski miklu meira ein heima með krakkana og er að sjá heimilið og Áki er, þú veist, ekki heima og er að gera hitt og þetta og en þá einhvern veginn svona ég þarf alveg stundum kannski að svona stoppa mig af og hugsa, þú veist, þetta er hann er ekki bara eitthvað að hoppa og skoppa eitthvað starf, skilur hann er að reka fyrirtæki okkar sem við eigum saman, þannig að það er svona, já, það er einhvern veginn bara gengur þó auðvitað, þú veist, lendum við stundum á okkur veggjum og eins og bara allir örugglega, sko, en bara partur af þessu. Já, þetta er bara partur af þessu og ég held að sé líka bara við einhvern veginn allt sambandi okkar er bara búið að vera, þetta byrjaði svo hratt hjá okkur einhvern veginn og þannig við erum kannski ekki vön bara að slappa af við erum ekki vön að vera bara ég og hann og gera það sem við viljum og chilla og þannig að já fáið eitthvað frí saman? Já, sko að vera með fyrirtæki þá er maður alltaf aldrei alveg í fríi, sko. Það er bara ekki hægt. Bara, já, þannig að, þú veist, við förum alveg erlendis og svona, við erum alveg byrjuð að gera það, sko. Og ég man alveg að fyrst þegar við byrjum og við vorum með opið, ef við bara búin að opna stað, að þá var ég bara, ég mun aldrei geta að fara til útlanda aftur. Bara, hvernig ef að gera þetta? Ómissandi. Já. Og það einmitt, er smá svona bæði gott, auðvitað er það gott, en líka smá svona stundum er maður bara svona, þú veist, smá svona skrítið að maður er ekki lengur ómissandi hjá Mækai, skilurðu, sérstaklega ekki ég. Áki náttúrulega aðeins meira svona sér allt meira þar núna, en svona já, þannig að en þú veist, ég myndi alveg segja að það væri líka bara mjög gott, maður þá búin að byggja eitthvað upp þar sem að, þú veist, maður þarf ekki að vera þar alveg 24/7 en þú veist, en maður vill samt auðvitað passa alltaf allt sé í lagi og allt svona, sko. Já, til þess allt sé rétt. Það kannski kemur inn að þess að nefndir áðan, alltaf markmið eins og að fara í fyrirtækjarekstur er að vera með meira frelsi. Já. En ef maður kemst svo aldrei frá þá var það náttúrulega ekkert frelsi í því, sko. Nei, og ég held að það sé líka bara ég hef oft hugsað þetta og oft bara svona hugsa bara eitthvað svona, þú veist, á ég að kannski að tala meira þetta eða hvað, en bara, þú veist, sérstaklega bara kannski vinir okkar og eða fólk sem veit hver við erum og horfir á okkur og bara út frá bara, núna náttúrulega bara samfélagsmiðla orðni bara sjúklega stórir auðvitað bara og fólk bara horfir á manneski út frá samfélagsmiðlum og heldur bara lífið en að sé bara eins og ég bara nákvæmlega þetta. Já. Og og sko, þú veist, að vera í fyrirtækjarekstri er sko, þú veist, já, eins og ég segi, ég held að fólk horfið aldrei mikið á okkur eins og bara það sé bara allt bara geggjað og bara allir dagar geggjaðir og þú veist, við erum aldrei í vinnunni og bara alltaf að gera eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt og já, að því að þú veist, ég held líka að fara í sko fyrirtækjarekstur og þá ég held að sé líka smá svona sama sem merki að fólk haldi að þetta sé bara að eiga fyrirtæki saman sem peningur, bara að það sé bara þannig og ég held að fólk átti sig ekki á því að það er bara alls ekki þannig og tekur bara mjög langan tíma, mjög mörg ár bara oftast sko að
að kannski fá eitthvað tilbaka fyrir alla þessa vinnu sem maður búin að gera sko. Já, ef Og þú færð eitthvað tilbaka já, þar sem yfir höfuð ef maður fær eitthvað tilbaka að þá ég hef fundið það rosa mikið bara eins og með Mæka að maður metur það miklu meira einmitt bara þetta frelsi þú veist, að því ég hélt líka að þegar við stofnuðum Mæka og vorum að fara út í fyrirtækjarekstur að ég bara svona ég hélt einhvern veginn að peningarnir myndi koma miklu fyrir og hraðar já, og meira. já. Og og ég hélt líka bara að ég myndi vera miklu svona gráður í þá, skilurðu að þetta myndi koma inn hraðar og maður myndi fá okkur tilbaka og eitthvað, en maður einhvern veginn bara, ég veit ekki hvað það en bara ég bara einhvern veginn svona kann bara miklu meira að meta það, að ég sé bara eitthvað þú veist, ég með bara mitt og ég að gera það sem ég finnst skemmtilegt og ég ræð tímanum minn rosa mikið sjálf þannig að svona í gegnum þetta ferli að þá svona þú veist, hef ég ekki verið allan ekki eins og ég hélt að ég myndi vera bara, þú veist svona, þegar kemur að peningahliðinni, skilurðu mig þú veist, að maður miklu meira þakklátari fyrir bara svona, þú veist, ok, en þetta samt geggja sem að við fáum að gera á hverjum degi og þú veist, bara gera það sem mann finnst skemmtilegt og heldur en að vera bara í einhverju vinnu sem maður getur mögulega að fengi kannski meiri pening fyrir, skilurðu, en maður væri bara eitthvað að bíða til maður kæmist heim og að ég skilurðu mig og allir dagar eins já, og ég held að þetta sé þú veist, það sem ég var að segja áðan bara með það þú veist, bara hvernig fólk horfir á fólk sem í fyrirtækjarekstri bara Já, þú upplifir þetta svolítið já, mjög mikið að fólk álykta svolítið að þeir sem að fara í fyrirtækjarekstur út af peningnum já. En svo náttúrulega þeir sem í fyrirtækjarekstur þeir náttúrulega átt að segja að það væri löngu hætt já. Ef þetta væri út af peningnum já. Af því að hann náttúrulega bara kemur og fer og þú ert einhvern veginn svona detached frá peningnum já, og þú veist ef einhvern veginn upplifa það ótrúlega mikið að fólk haldi bara þú veist bara eiginlega yfir höfustundum að við þurfum ekkert að vinna já. Skilurðu og maður bara svona ég held, þú veist ég örugglega að vinna mun meira en þú og ég að fá mun minni pening en þú tímaköp ekki alltaf hátt nei. Og svo náttúrulega bara því að þetta manns eigið fyrirtæki að þá mann náttúrulega bara líka reyna að spara þar nákvæmlega eins og bara inn á sínum heimavokka skilurðu mig, þú veist þannig að þetta svona já. Og það ekkit örugt, að þið fáið fleiri viðskipta en í næsta mánuð. Nei. Þannig að þetta svona, já, þetta endalaus vinna og en þú veist, maður væri samt ekki að gera þetta ef þetta væri ekki gaman, þú veist. Þannig að ég held að það sé svona það sem að halda manni gangandi bara, þú veist, að þetta gaman og maður sér að fólk líka taka eftir þessu, maður að fá hrós og þá fattar maður bara svona, ok, þetta, þú veist, þetta að virka og þetta make a sense, þú veist, við ætlum að halda áfram að eyða tímanum okkar og bara heilsu og bara, þú veist, þetta bara, já. Það tekur mikið á andlega heilsu. Já, mjög mikið, sko. En hefur einhvern tímann hugsað bara af hverju við í þessu, af hverju við að standa í þessu? Já. Bara oft. Já, oft í Jesús, já, og ég bara, þú veist, hugsaði þetta svo mikið, þegar við opnum upp á velli, sko, og, þú veist, ég veit að það mjög margir sem að segja þetta hafi farið ykkur kulnun eða eitthvað unnið yfir sig, já, eitthvað svoleiðis, en ég get alveg sagt að þarna bara ég held þetta hafi verið bara þetta var náttúrulega ofboðslega mikið einu, við vorum líka búin að vorum að kaupa heimili númer 2 og vorum í framkvæmdum þar vorum að opna upp á velli, áttum heimi og mömmu, fluttum til mömmu og meðan vorum í framkvæmdum og þetta var bara allt og mikið einu, sko. Þetta var bara, þú veist. Dýrt og mikið óvissa líka. Já, og þarna upplýði ég í fyrsta skipti bara svona, þú veist, ég bara geti þetta ekki. Þetta allt og mikið. Ég hef aldrei fengið þessa tilfinningu áður og bara svona stressu fyrir öllu og bara svona ekki vissi einhvern veginn þó ég hafði aldrei fundið það heldur áður, sko.
og þarna held ég að skipti líka ógeðslega miklu máli að vera með einhverjum í rekstrið, hvort sem það maður þinn eins og í mínu tilfelli eða bara einhvern bara vin eða bara viðskipta félaga, að hann sé þá í lagi í fyrsta lagi og hann svona rífi þetta upp eða skilurðu mig. Þannig ég fann það alveg mjög þarna að ég var alveg með réttan aðila með mér í þessu sko og það Ágjum og eiga það, hann bara ég hef ekki enn þann dag í dag þurft að vera þessi aðili í okkar sambandi með félagi sko að þurfa að rífa hann upp skilurðu þó að við þurfum ofta að taka bara smá svona peppraður á hvort annað sko. Þú veist bara ef það eitthvað sem hann kannski hefur verið að vinna í og við erum að fá kannski eitthvað nei og eða bara eitthvað ekki að ganga upp að þá, þú veist, ég má kannski alveg eiga það, ég svona alveg duglega að peppa bara, þú veist, höldum bara áfram og að því hann aðeins meira svona, aðeins meira, hann sá sem að sækir öll tækifæri eiginlega fyrir okkur, hann bara svona, hann sá sem að spjalla við fólkið og þú veist, og það líka, kannski ástæðan fyrir þetta gengur að því hann svona hugsar aðeins framtíðina skiluru og á meðan ég að passa upp á að allt sé í lagi, þú veist, bara day to day skiluru á stöðunum okkar. Þannig að það kannski líka gott kombo að því maður þarf alltaf, þetta náttúrulega, maður þarf að hugsa allt á milli heims og jarðar þegar kemur að þessu, maður þarf að hugsa framtíðina, gera eitthvað nýtt og spennandi og hvar ætlum maður að opna næsta stað og hvernig ætlum við að gera þetta en á sama tíma þá ertu líka bara, þú veist, heyrðu, búið að opna hérna í dag 10:00 og þú veist, þessi ekki mættur og þú veist, allt þetta. Hver sér fjármálin hjá okkur? Við. Já, bara saman. Já. Sko við erum með bókhaldsþjónustu sem að sérum allt það og en annars það bara líka við sko. Já, áætlun að gera þú svoleiðis eða? Já, eða Ági myndi ég segja að það sjáum það. Já. Myndur segja að væri mikið í því, mikið í svona Excel og áætlunum? Já, sérstaklega sko, sérstaklega bara núna þegar maður þú veist, maður fyrir náttúrulega, við förum í þetta mjög ung og við kunnum ekki neitt, við vitum ekkert hvað við erum að gera og enn þann dag í dag vitum við það ekki neitt sko. Veit maður það einhvern tímann? Nei, bara, þú veist, en það alveg ótrúlega að sjá bara hvað, þú veist, bara eins og Ági að tala alls konar sem að ég kannski ekki nógu góð í sko, en hann allt í núna bara komið með alls konar eitthvað svona sem hann að segja mér sem ég bara eitthvað svona, þú veist, hvað ertu að segja og hvernig veistu þetta, ég skilur mig og það bara eitthvað sem hann bara búin að læra út frá því að vera í rekstri og bara, bara þú veist, tala við hina þessa og þetta eitthvað sem að maður lærir bara á að vera í þessu umhverfi sko. Þannig að já, það alveg búið að vera svona síðasta árið miklu meira í þessu heldur en kannski við vorum í byrjun, þá vorum við bara við vissum ekki neitt sko og við bara keyra þetta stað. Já, og þú veist það var ekkert verið að pæla í þessu og náttúrulega bara fáum bókhaldsþjónustu af því að við kunnum ekki neitt á það, skilurðu. Nei. Og en þann dag í dag kunnum við ekkert á það þannig séð, fattarðu mig, þú veist, þú þarft líka einhvern veginn, ef þú ætlar að fara í rekstur þá þarftu líka að vera góður í því að þú getur ekki gert allt, það bara ekki séns og sérstaklega ekki eitthvað sem þið finnst leiðilegt, þú veist, það bara þú átt bara að gera það sem þið finnst skemmtilegt í fyrirtækinu, af því þá einhvern veginn fær fyrirtæki líka bara blómstra, skilur við. Skapa mestu verðmætin svoleiðis. Já, þannig að við, maður sér þetta líka að, þú veist, þetta bara ótrúlega mikið þannig að maður þarf bara tíma til að átta sig á öllum þessum hlutum og þú veist, það líka kannski það að fólk heldur að við séum gjörsamlega með allt á hreinu, bara allt í lás, sko, en það bara alls ekki þannig. Og það líka bara það sem skemmtilegt við þetta bara, þú veist, maður alltaf að læra eitthvað nýtt og þú veist Íta og sjálfa sig, íta sér út fyrir það
og það bara, þú veist, já, bara eins og núna, þú veist, að þá okkur langar að gera eitthvað meira með Maikai og stækka það, en þú veist, en það er ógeðslega erfitt að gera það líka þegar maður er bara svona lítill, skilurðu. Já. Við erum bara, þó að fólk sjáu það einhvern veginn öðruvísi, þá erum við bara pingulítið fyrirtæki, sko. Þú veist, við erum bara eitthvað í stofunni heima hjá okkur að gera allt í tölvunum þar sem að tengist Maikai. Einmitt. Og þannig að þú veist, já, þú veist, okkur langar alveg að reyna að gera eitthvað meira, en ef við ætlum að gera það, þá þurfum við meira fjármagn og það er bara, þú veist, eitthvað sem við erum kannski svona aðeins að skoða og erum að vinna í núna og sérstaklega Áki. Já. Þannig að, já. Það er dýrt og flókið að stækka. Já, mjög. Einmitt. Þetta er, já, það er það, sko. Já. Algjörlega. En hvað myndirðu segja að væri svona markmið með rekstrinum í dag? Og svona helsta markmið, þú nefnir áðan frelsi en eitthvað langar samt að halda áfram að stækka. Já. Verður með fleiri staði. Já. Já, við verðum 5 ára á næsta ári og ég myndi segja okkar markmið ennþá, þú veist, við erum ekkert komin eitt lengra en það að sko, við þurfum náttúrulega bara að opna fleiri staði. Þú veist, við erum bara með 2 staði núna. Við sjálf, náttúrulega, svo náttúrulega getum við talið upp hina sem eru að selja skálana líka, sko, en en okkur langar alveg að opna 1-2 staði í viðbót, sko, og það er kannski svona okkar megin markmið á næsta ári er að bæta við einum stað. Já. Allavega. Opna á Selfossi eða einhvers staðar í Reykjavík. Nei, það er eitt staður sem okkur langar mjög mikið á hana, ég ætla ekki að segja hvað er, en það verður vonandi á næsta ári, sko, já. Og svo væri náttúrulega geggja að opna einhvers staðar aðeins, þú veist, á Selfossi, út á landsbyggðinni, Selfoss, Akureyri, Egilsstaðir kannski. Já, það væri geggja, sko, þannig að ef eitthvað hlustar á þetta og langar að opna, þá eins og ég segja, þá myndum við kannski sjálf ekki geta að vilja eitthvað svona langt í burtu, sko. En ef einhver hefur áhuga. Já, að þá það náttúrulega er bara, við fáum oft spurningar, sko, frá bara fólki, bara getið að opna í Hafnarfirði eða einmitt Selfossi eða einhversstaðar út á landi, sko. Já. Þannig að já, við sjáum það alveg að okkur langar að stækka, sko, og líka bara, þú veist, þetta er ekkert eitthvað, við þurfum bara að gera það, skilurðu, þetta er ekkert eitthvað, við erum ekkert að fara að gera neina stórkostlega hluti með fyrirtæki per se, við erum bara með 2 staði, þú veist, við þurfum bara að stækka okkur og bara breiða okkur aðeins meira út, eða skilurðu mig, við þurfum bara að láta fleira fólk vita af okkur, sko. Þannig að já, það er svona okkar markmið, sko, en svo erum við náttúrulega með alls konar bara lítil markmið og svo stór markmið og svo veit maður ekki, þú veist, er maður að fara, þú veist, byggja þetta bara upp að því okkur langar að selja þetta í daginn, svo, þú veist, og þá aðeins gera eitthvað annað eða njóta eða eitthvað, skilurðu mig, eða ætlum við erum með smá svona skipta skoðanir þegar kemur að þessu, sko, við erum svona stundum langar manni bara að selja þetta bara eins og vorum, og eins og vorum að tala áðan bara, þess maður stundum bara er að gefast upp, sko, og við hefum oft sagt bara af hverju erum við ekki bara með eitthvað litla krútlega netverslun eða eitthvað, af hverju, þú veist, að því við vitum svo mikið að okkur, þú veist, við erum þannig fólk að við viljum alltaf gera eitthvað, myndum alltaf vilja gera eitthvað sjálf, sko, en já, þetta er bara hæðir og læðir í þessu eins og örugglega flest öllu öðru, sko. Já, bara eins og öllu í lífinu. Já, þannig að, en núna erum við alveg mjög peppuð í nýtt ár, sko, og og erum alveg með alls konar planað og ég er náttúrulega bara í fæðingarólu, þannig ég er svona komin tilbaka og er ótrúlega spennt að ég er búin að fá svona minn tíma aðeins off the grid með Maikai. Þannig ég er ótrúlega spennt að svona keyra þetta aftur í gang og já, bara
hlakka til sko. Hafið þið verið að lesa einhver svona businessbækur eða eitthvað svona sem hafið verið að skoða einhver podcast úti? Ágæði náttúrulega er alveg allur í því sko. Hann er allur í því? Já, hann les bækur og ég mætti alveg taka hann til fyrirmyndar þegar kemur að því og Já. og honum finnst geggjað að lesa einhverja svona motivation bækur og bara einmitt svona bækur með einstaklingum sem að hafa stofnað fyrirtæki og alls konar svona og allur hans metnaður og drifkraftur kemur úr einhverju svoleiði sko, alveg 100% sko. Já. Og ég finnst alveg gaman að hlusta á podcast sko, mér finnst það, ég er ekki alveg þessi típa sem mann ennir að lesa og ég þurfi kannski að lesa að hlusta bækur. Já. Ég þarf aðeins að vera betri í því sko. Já, kannski bara gott fyrir að vera með hann því hann fítaði það bara upplýsingar. Já, algjörlega sko. Hann er, Jesús, já, hann er alltaf með einhver sögur af einhverju módeli og svo þú veist erum við einhver staðar og hann þarf að lesa sig þetta ef við sjáum eitthvað cool concept og og það er líka, mér finnst það svona ótrúlega skemmtilegur svona skemmtilegt að vera í rekstri og fara inn á kannski staði eða eitthvað í útlöndum eða hvar sem það er að maður pælir svo mikið í hlutum og mér finnst það eitthvað svo skemmtilegt og sérstaklega ef maður er kannski að fara inn á eitthvað svona svipaðan stað og maður sjálfur er með þá pælir maður ótrúlega mikið bara þú veist, bara hvernig eru servettunar og hvað, þú veist, ok, þau eru með svona stóla og þau eru með þetta svona uppsett og alls konar svona okkur finnst, held ég, ekkert meira skemmtilegt en að ferðast og fara inn á okkur svona, einhver kaffihús eða staði sem að eru með skálar í boði og veist, já, það er bara það sem okkur finnst langt skemmtilegast að gera sko. Ef við förum eitthvert og það er Acai-skála á matseli þá pöntum við hana sko. Það er bara alltaf þannig. Hvað er svona stærsta fyrirtæki úti sem er að selja svona Acai-skálar? Það er til ein keðja sem heitir Acai Brothers sem er alveg mjög stór í Ameríku og líka Ástralíu og svo er önnur keðja í London sem heitir Acai Berries sem að við fengum alveg mjög mikið inspo frá sko og já, er mjög flott og við elskum þetta þegar við förum til London þá erum við mikið að fara þangað og pröfa staðinni þeirra og alls konar svona sko. Já, fá hugmyndir. Já, maður þarf náttúrulega bara maður þarf eitthvað inspo sko Já, maður þarf alltaf að vera að sjá hvað þeir eru að gera. Já, algjörlega. Þannig að já, það er alveg einhverju svona staðir sko til. Þannig að já. En hvernig er svona gengið á þér samhliða bara fyrirtækirekstunum og vera að stofna fjölskyldu? Veist, er það eitthvað svona sem að einhverju ávana sem að þú tilengar eins og æfingar eða ertu duglega að æfa? Varst ekki í crossfiti áður? Jú. Sko þetta er eitthvað sem ég má bara vera mun duglegri í og það er kannski bara þú veist, þetta er búið að vera mjög mikil breyting að koma með annað barn inn í þetta allt saman. Þú veist, þetta var kannski aðeins öðruvísi að með fyrsta barn þá vorum við bara, þú veist, við vorum búin að eignast strákin okkar og svo opnum við og svo er hann orðinn 4 ára þegar við opnum fyrsta staðinn og svona, þú veist, það var bara allt annað að eiga 1 eða 2 börn, líka bara þegar kemur að einhverjum að passa og eitthvað svona, sko, og þannig að það er alveg búið að vera smá svona challenge fyrir mig að jögla þessu öllu saman, sko, að vera bara heima með lítið barn og alltaf með þetta á bak við eyrað að maður sé líka að reka fyrirtæki og þannig að sko ég þarf bara alveg að vera duglegri að gera eitthvað fyrir sjálfa mig bara yfir höfuð sko og en hreyfing hefur alltaf verið svona mitt dæmi sko að gera til að bara hreinsa hugan og já, bara fá einhverja útrás. Já, fá útrás sko ég og það er mitt crossfitið er alveg svona
ennþá bara mitt sko, ég elska að fara á crossfit-æfingar og að því að það er rosa mikið af fólki líka sem að er alltaf að reyna að hjálpa mér með alls konar svona hugdettir að fá minn tíma að reyna að segja mér slaka á og Já. eitthvað svona og fara í jóga og ég gæti þetta aldrei, ég gæti ekki farið í jóga sko, ég bara Gætir ekki farið í jóga? nei, það er ekki fyrir mig sko, alls Já. ekki, af því að sko þú veist, þegar ég ætla að fara að fá tíma fyrir sjálfa mig, þá bara verði ég að fara bara, einmitt bara á crossfit-æfingu og bara, Alveg átök já, bara þú veist, það er það sem að gerir eitthvað fyrir mig sko, Já. þannig að þú veist, svona í venjulegu sko lífi, eða þú veist, þegar að kannski dóttir okkar er orðin aðeins eldri og það er svona komin rútína á heimil okkar aftur og ég er kannski ekki í fæðingarorlofi lengur, að þá er venjulegu dagur hjá mér er bara að byrja daginn á æfingu sko. Ég er bara verða að gera það. Ég er náttúrulega líka bara með bullandi ADHD eins og kannski önnur mannski á Íslandi núna í dag, en þannig að þetta er bara algjörlega mitt bara dæmi sko, að fara á æfingu og svitna og bara tónlist í botn og bara mista það geggja sko. Já. Þannig að ég er alveg búin að sjá það að ég er búin að reyna einmitt bara fara í jóga og eitthvað svona sem að læti mig líka slaka á sko, en það er bara allir mismunandi, ég allavega finn það að það er ekki það sem ég þarf að gera sko. Henta þér ekki? Nei, alls ekki sko. Einmitt. Þannig að ef ég ætla að slaka á þá gerir ég það bara heima í sófanum mínum með eitthvað. Já. Bara chilla og horfa eitthvað í sjónvarpinu. En fyrir þá sem eru kannski að hlusta á þetta og hafa kannski áhuga á því að færi sín eigin fyrirtækjarekstur eða færi rekstur og stofna eða opna stað. Já. Hvað myndir þú svona ráðleggja þeim út frá þinni reynslu? Sko ég myndi bara alltaf segja að að því maður fær alveg spurningar sko út í alls konar svona hluti, en ég myndi alltaf segja ef að einhverjum langar að gera eitthvað að bara gera það, líka bara í dag er þetta orðið svo sko, þetta er orðið svo lítið mál í dag, kannski ekki alveg eitthvað að opna eitthvað full blown matsölustaf sko, en bara gera eitthvað sjálf, þetta er bara og ef ég væri kannski að fara að gera eitthvað sjálf í dag, að þá myndi ég alltaf gera eitthvað sko, bara eitthvað sem tengir svona netverslun og eitthvað þannig sko, en já, ef að einhver myndi vilja opna eitthvað svona stað sem að selja mat og svona, þá þú veist náttúrulega bara það þarf bara sko, þú veist, ég ef ég á að vera alveg hreinskil þá mæli ég ekkert eitthvað ógeðslega mikið með þessu sko. Nei. Þetta er ógeðslega erfitt og en auðvitað ef að maður er með rétt konsept í höndunum að þá getur þetta alveg gengið sko, og það líka bara maður hefur alveg séð það og sérstaklega í Íslandi að það vantar alltaf eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og skemmtilegt, þú veist, það er voða lítið að gerast á Íslandi þegar kemur á mat sko. Já. Þannig að þú veist, ég myndi aldrei og maður alveg sér alveg suma einhverju svona unga vera að gera eitthvað skemmtilegt og það er bara geggja sko, þannig að já, ég myndi alltaf bara segja bara að gera það, en samt kannski aðeins svona vera búin að, þú veist, gera áætlun og svona sjá aðeins hvernig hvort þetta make sens og hvort þetta virki og allt það, að því maður sér líka að mikið af fólk er að opna eitthvað og svo lokar það eftir nokkra mánuði eða eitthvað. Já, leið að byrja að vera smá krefjandi. Já, og líka bara það að ef við fyrir á, þú veist, með þá hlið að þú veist, ef maður byrjar eitthvað og það verður krefjandi að, þú veist, ég held að maður sjá það bara mjög fljótt að hvort að maður sé manneskjan í þetta eða ekki sko, af því að það er bara, þú veist, þú getur ekki tverað að stofna fyrirtæki og það verður aldrei krefjandi sko, þá ertu ekki að gera rétt sko, eða skilur við, þá ertu ekki, þetta er alltaf krefjandi og ég held að sko fólk sem á fyrirtæki og er að reka fyrirtæki að þú ert aldrei sko svona
bara aldrei þess að svona, ok, þetta bara, nú ég bara búin, nema kannski þegar þú selur fyrirtækið þetta eitthvað. Þess að þetta aldrei, stoppar aldrei. Nei, það stoppar aldrei, sko. Nei. Og ég held að ég hef alveg oft pælt í því, sko, bara, þetta er svona tilfinningar svo þegar maður var búið með prófið eitthvað í gamla dag, í skólum, maður bara svona, nú þetta búið, bara svona, þú veist, og ég er alltaf bara eitthvað svona, ég mun aldrei fá þessi tilfinningu aftur, bara að því að hausinn mann sér alltaf bara, þú veist, maður er alltaf að pæla í ykkur og þú veist, að eiga fyrirtæki er bara, maður er bara að leysa verkefni bara alltaf og eitthvað vesen og það kemur eitthvað upp á og þannig maður þarf að vera rosa svona, maður þarf að nenna hlutunum, sko. En ekki, þú veist, ekki gefast upp ef það er eitthvað, þú veist. Eitthvað sem verður krefjandi. Nei. Bara þá þarf maður að halda áfram. Maður sko, þú veist, eins og bara ef fólk vissi hvað við höfum þurft að bara yfirstíga og ganga í gegnum að mæka, sko. Þú veist, ég held að það sé líka mjög mjög fólki sem að halda bara, við höfum verið ógeðslega heppin að koma inn á markaðinn á réttum tíma heppi með bara brandi okkar og eitthvað þannig, en þú veist við erum ekki bara heppin, sko, við erum líka bara búin að vera dugleg og bara yfirstíga fullt af stórum verkefnum sem að bara örugglega fullt af fólki hefur þá bara ákveðið að loka, sko. Það er bara, En svona bara svona ein spurning rétt í lokin. Þið er að vera 5 ára á næsta ári, búin að opna 2020, eru búin að vera núna í 4 ára rekstri. Hvað sérðu svona Maikai fyrir þér eftir 5 ár? Þá ég sé Maikai fyrir mér bara, sko, ég myndi segja bara ekkert öðruvísi en það er í dag eitthvað neginn, en auðvitað kannski að ef fólk hugsa Maikai að það hugsi svona, þetta er annan staðurinn annað sem að er, þú veist, flotti staður sem selur skálar og getur líka fengið búst og eitthvað svona, skilurðu, og og ég sé auðvitað fyrir mér að við séum á fleiri stöðum, við séum bara, þú veist, hvað er markmið, svona stóra sín? Að það skiptir eiginlega engu máli hvar þú ert á landinu og getur alltaf fengið Maikai. Það er svona smá það sem okkur langar ótrúlega mikið, sko. Og þannig vonandi verðum við á fleiri stöðum eftir 5 ár, sko. Ég held að það er svona það sem að ég sjái fyrir mér, sko. Bara að við værum búin að dreifa okkur vel yfir bara landið allt og við værum svona ennþá svona top of mind hjá fólki þegar það kemur að svona vöru, að því ég held að við séum alveg búin að sjá það að þó þetta hafi náttúrulega verið smá svona tískuvara í byrjun, sko, þegar allir voru að tala Acai og svona, en þá sjáum við samt að þetta er eitthvað sem er bara komið til að vera, sko. Þetta er bara, annars verðum við búin að loka. Það er bara þannig, sko. Ertu með einhverju tölu hvað þið vilja vera að koma með marga staði? Þannig að þú getur kannski hort tilbaka og hort á þetta 5 ára og séð hvað þið eru. Ég myndi segja alveg svona 10 staði, sko. 10 staði? Já. 10 staði eftir 5 ár? Já. Það er kannski aldrei mikið, sko, en ég meina það er alveg doable, sko. Já, og hver er svo sem segir að það sé mikið? Já, nákvæmlega. Ég myndi segja að það væri komið mun fleiri staðir en við erum með í dag, sko. Já, það er bara góð lokaorð. Takk fyrir að gefa þér tíma og koma í þáttinn. Gott og áhugaverð spjall. Já. Það verður gaman að fylgjast með ykkur og sjá bústið á næsta ári. Já, við hlökkum til.
Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farðu inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.